Það sem heillar mig við verk Tyrfings, textann hans Tyrfings, djúpur mannskilningur og svona einbeittur dramatískur brotavilji. Síðan það stílsnilldin. Það eitthvað svona klassik í því, sko, einhver svona nútíma klassík. Þá getum við bara horft á bíómynd sem gerist í Berlín, í hverfi sem up and coming. Hann birtir okkur mikla brotalamir í manneskjunni, en leið hann umvafinn kærleika, einhverju svona sympatíu með manneskjunni og ekki síst húmornum. Akranes! Það eina nes í þessum heimi sem skiptir máli majónes. Þetta eru 7 ævintýri skömm sem svona ákveðin svona þversögn og svona má segja þá eins og Dýrin í Hálsárskógi. Þetta svona kannski Dýrin í Hálsárskógi fyrir lengra komna og þetta svona Lísa í Undralandi líka. Og eins og við vitum þegar við erum bæði í draumum og í dáleiðslu og hugleiðslu og þá fer maður inn í ótrúlega svona abstrakt víddir oft á tíðum og það eru litir og hlutföll raskast og hlutir verða súrreal og skrýtnir og bognir allir og það býður náttúrulega upp á mjög skemmtilegt verkefni fyrir leikstjóra að takast á við. Fólk á von á, ég myndi halda bara mikilli þeysireið og svona litríku leikhúsi og það fær fólk til að hugsa. Af því að öll ævintýri, eins og við vitum, hafa einhvern boðskap og þetta verk gerir það sannarlega.